og þá talar Guðmundur Gunnarsson. Já, ég þakka fyrir góða vinnu og mér líst mörg leyti mjög vel á þetta sem fram hefur komið. Það eitt sem að fer ansi oft í taugarnar á manni þegar maður starfar í samfélagslegu umræðu, sem ég geri og búinn að gera í nokkur ár, og það þegar klísjur ákveða það að gera sjálfa sig að einhverjum rökum, án þess að baki það liggi nein rök. Og það þetta að ef maður sé búsettur í Reykjavík þá sé hann á móti landsbyggðinni, eins og verið að segja í annarri hverri ræðu. Og það er alveg klárt mál að það eru margir sem flytja af landinu til höfuðborgarinnar til þess einmitt að vera í betri baráttu stöðu fyrir landsbyggðina. Og mér finnst í sjálfu sér alveg ástæðulaust að vera að skipta þessum hóp hér í einhverjar tvær fylkingar, annar sem svo ósvífinn að hafa flutt sig til Reykjavíkur og búa þar, og svo hinn hópurinn. Og þessi hópur sem gerði svona ósvífinn að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu, að hann sé að reyna að beita hina einhverju ofbeldi. Nú það svoleiðis að við mörg hver við borðið, ég leyfi mér að fullyrða það mörg hver hér við borðið, jafnvel þó að við búum á höfuðborgarsvæðinu, að þá höfum við mitt starfa af því allan sólarhringinn að koma á framfæri sjónarmiðum landsbyggðarmanna. Og ég ætla ekki að telja þá upp en ég leyfi mér að fullyrða að kannski allt upp undir helmingur af þeim sem sitja við þetta borð, þeir hafa á einn annan hátt sem starfa einmitt af því að koma á framfæri sjónarmiðum fólk sem býr út á landi og berjast fyrir þeim. Þess vegna er ég byggjast undan því að menn sé að nota þetta mikið í ræðum að það séu tveir hópar hér inni og annars sé að beita hinn ofbeldi. Ég get alveg tekið undir svo aftur þessar pælingar í kringum 15. greinina og byggi það meðal annars á þessu félagslega starfi sem ég hef verið mikið í. Það þarf helst að koma málum þannig fyrir og er heppilegast fyrir loka niðurstöðu að nánast að þvinga fram einhverja sameiginlega niðurstöðu. Það sumir kalla það svo og það er svo sem til í því að segja það að ekkert lýðræði er gott nema að sé stjórnað hæfilega vel. Og við verðum einfaldlega að horfast í augu við þá staðreynd. Og þess vegna langar mig til að sjá þessa tillögu Þorkels allavega áður en ég tek afstöðu til hennar. Takk fyrir mig.